Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Þórdís Bjarnleifsdóttir, félagsráðgjafi og öryrki og bara svona fróður sósíalisti hinn ýmsu samfélagsmál. Þú varst nú með þátt hér lengi. Já. Og við erum búin að sakna þig. Takk fyrir það. Ég fekk þig í dag til þess að ræða skýrslu sem að Félagsvísindastofnun sendi frá sér í gær. Nú einhver ráðstefna í kring en sem að fjallar konur svona, upp úr miðjum aldri og örorkulífeyri og tengsl við ýmiss konar ofbeldi og svona félagslega vanda sem að svona leiðir alveg inn á heimilið, fíknivanda barna og þar fram eftir götunum, allt mjög erfitt. Það virðast vera þannig einhver tengsl á milli ofbeldis og örorkulífeyris. Þetta kemur kannski ekkert voðalega óvart, ég meina við sem erum svona feministar og konur, vitum alveg að konur eru almennt í viðkvæmri stöðu inn á heimilum sérstaklega, en og þessi hópur þá sérstaklega. Þú kíktir aðeins á þetta. Já. Og hvers varstu vísari? Sko, eins og þú segir, þetta bara, það er gott að fá þess að rannsókn fram, þetta staðfesti bara það sem við höfum talað lengi. Og sko, svona til þess að draga það saman fyrir mig, þá byrjar þetta í barnæsku. Af því þannig talaði ég man nú ekki prósentölunar, en konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í æsku, hvort sem líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, eru líklegri til þess að fara á örorku. Þannig að í rauninni, það er fyrsta skrifi eitthvað sem við þurfum að fara að skoða, aðstæðu barna. Einmitt. Og við vitum það alveg að í rauninni í dag eru börn meira að ströggla meira heldur en við gerðum og okkar aldrei, skilur við. Þannig við þurfum að fara að bregða strax við, bara grípa börnin okkar strax. Þetta er svona það sem kannski satt svona mest í mér eftir að lesta, því hvar er byrjunin, sko. Einmitt, það er auðvitað þarna. Það einmitt, og það þá þessi, þetta svona tráma sem að fylgir fólki og stúlkum fram á fullorðinsár og gerir þær veikari líkamlega. Af því sá sem er með tráma, áfallastreitu jafnvel og meðhöndluða, hún er náttúrulega alltaf veikari fyrir höggum lífsins, fyrir einmitt streitu, fyrir mig, og álagi og vera, þú veist, bara ég byrja að vinna erfiðar vinnur, hvort sem er andlegt eða líkamlega erfið vinnu. Þetta hefur allt áhrif, sko. Og til dæmis, og ef við höldum áfram það, bara vera barn og alast upp í fátækt, það hefur líka áhrif út í lífið. Þú veist, að misja hvernig fólk upplifir fátæktina sem barn. En margir komum bara traumatisaðar út úr barnæskun út af fátækt, skilur. Þú ert fátækt barn og ert ekki að fara að fá sömu tækifæri og aðrir, sem kannski líka skila sér þá líka í minni menntun, sem að bara þar að leiðandi ferðu líka kannski að vinna, erfiðari vinnu. Og slítur þeir út bara, Það talaði að þriðjungur þeirra sem eru með örorkulífeyri séu konur, 60% allra kvenna með örorkulífeyri eru yfir 50, sem að er svona, ég svolítið áhugavert að því að þetta eru konur á miðjum aldri, svona rúmlega og þær einhvern veginn virðast hætt á vinnumarkaði vegna þess að kroppurinn gefst bara upp, einfaldlega. Og það er kannski eins og þú segir, ég sakna þess svolítið að það sé, við skoðum af hverju. Hverjar eru ástæður þess? Það kemur nefnilega alltaf að, sko, ef þú ert með mikið í bakpókunum, sko, frá æsku og gegnum fullorðinsárin
Og eins og að vera að tengja þarna fíknivanda, svo barna þeirra eða bara jafnvel eiga börn sem eru fötluð og allt þetta, sko. Það kemur alltaf af punktinu sem þú brotnar undan ánægin. Og það bara, það er kannski ómögulegt að segja hvað það er, en bara stundum verður bara bakbókin of þungur. Og svo náttúrulega bara hraðinn í samfélaginu, þú veist, þú ert alltaf á hamstarhjólinu. Þú veist, þú færð aldrei tíma bara til þess að innbyrða reynsluna þína og vinna úr henni. Bara kemur að því að þú brotnar. Eðlilega, kannski. Og samfélagið mitt alltaf hraðinn að aukast og álagið að þyngjast. Og konur sinna náttúrulega heimilunum miklu meira heldur en kallmenn sem líka kemur fram í þessar rannsókn. Já. Þú veist að það er meira þungi heimilsins og uppeldi barnanna liggur meira á konum. Það er þannig að það kemur fram að fjórðungur þeirra kvenna sem að tók þátt í þessari könnun og hafa örorkulífeyri, þær eru með heimilistekjur svona langt undir hvað við segja, lágmarks, hvað heitir þetta? Þetta er svona einhver mörk. Þær eru fara undir 400.000 krónur á mánuði og ná fæstar endum saman fjárhagslega. Þetta er ekki til þess að bæta hag þeirra með neinum hætti og það er auðvitað augljóst að fólk sem að býr við eða sett í fátæktargildru í kjölfar veikinda, það er einhvern veginn, það er ekki að fara að koma sér upp úr veikindunum og aftur inn á vinnumarkað. Og rauninni ýtir þessi staða miklu meira undir veikindi hjá fólki. Af því að þú ert líka, þú ert fátækur, þú ert með börn, þú þarft að gefa þeim að borða, þú ert að kaupa á þau föt, þú þarft að borga á húsnæði og allt þetta og þetta er rosalegu þungi á fólki. Bara áhyggjurnar, þú fer ekkert að sofa nema bara með áhyggjur fyrir næsta degi, og hvernig á ég að lifa þessa viku af eða mánuðin, skilurðu, og barninu vantar buxur, hvað á ég að gera? Og ef ég kaupi þessar buxur, þá kannski leiði það til þess að ég get ekki borga rafmagnsreikninginn eða þetta er bara svona auka álag á lífið og samviskubit er svo ofan á fyrir börnin að þau eru ekki að njóta þess sem þau eiga að fá að njóta. Þannig að þú veist, það er svo margir hlutir sem að leggjast að ofan á, Einmitt samviskubiti. Já, ég hef stundur sagt að við framleiðum öryrkja. Já. Og það er að því við grípum ekki fólk þar sem það er statt áður en það verður veikt. Þú veist, við erum aldrei að bregðast fyrir að fólk er orðið það veikt að það er ekkit annað en að fara á endurhæfingarlífeyri og svo örorku. Einmitt. Það er staðan fyrir að byggja grunninn undir fólk og sterkt velferðarkerfi er það sem við þurfum. Þessi skýrsla er unnin vegna breytinga á örorkulífeyriskerfinu. Það er svona verið að skoða, svona búa til eitthvað svona nýja línu. Ég hef nú reyndar ekki kynnt mér hana vel sjálf, en mér skilst þetta eigi verið svona sveigjanlegra. Fólk eigi að geta unnið að hluta og svo hörfað aftur frá vinnu ef þess þarf og svona. Án þess að bæturnar skerðist. Er þetta ekki rétt svona nokkurn veginn skiljið hjá mér? Þetta stóð til mjög lengi en var svolítið svona slegið út af borðinu í fyrri ríkisstjórn. Það eru aðstæður á vinnumarkaði, það eru að koma upp í þessari skýrslu og hvernig einhvern veginn vinnumarkaðurinn höndlar konur sem eru augljóslega að veikjast. Hvað heldur það sé hægt að gera bara svona til þess að grípa fólk einmitt fyrr? Ég meina, hvað geta bara samstarfsfólk, hvernig getum við bara, ef við hugsum þetta bara sem samfélög, alls konar og alls staðar að? Samfélag sem ég trú á er það að við eigum að grípa hvort annað. Af hverju ef við sjáum vinnufélaga okkar líða illa, af hverju horfum við fram hjá því? Þurfum við ekki bara svolítið að grípa all hvort annað
og fólk finni það bara að það eigi öruggt skjól hjá okkur. Þú veist, við þurfum að vera breytingin og ég kannski bara ómikill sósíalisti til að gera kröfur á vinnuveitendur. Ég veit það ekki, sko. Já, einmitt. Þetta auðvitað, en maður sér það að álagið auðvitað, það svo mikið. Bara, þetta sko rosalegt álag. Nú börnin mín uppkomin, sko, ég svo fegin að vera ekki með lítil börn í dag. Því ég bara sé álagið á fólk í dag. Sko, mér finnst bara ekkert skrýta ef við séum að bugast. Mér finnst það bara ekkert skrýtið, sko. Nei, akkurat. Þannig að þú veist, ef við værum að vinna öll á vinnustað, þar sem að við fyndum að við værum velkomin, fyndum það samkendina, við gætum komið inn bara, þú veist, lífið að hrynja á mig og það myndi eitthvað tala við mann í 5 mínútur. Ég held það myndi breyta bara rosalega miklu, sko. Ekki öllu, en miklu. Já, ég alveg sammála því. Einstaklingshyggjan bara svo mikil. Við erum bara öll svona einhvern veginn föst í okkar eigin haus og gleymum einhvern veginn taka tillit til þeirra sem í kringum hann og spá í, þú veist, bara hvernig líður henni Siggu hérna við hliðina á mér, sko. Já. En það náttúrulega kannski svona svartasti punkturinn í þessari skýrslu þetta með ofbeldið. Já. Og ég meina það hefur það hafa hinn ýmsu félagasamtök í 20 ára bent á það jaðarhópar í samfélaginu, það var það veikt fólk og fólk með fötlun, aldraðir og þar fram til göttunum það útsett fyrir ofbeldi. Já, það einhvern veginn sko ef þú segir einhverjum að þú sért óörorku að þá ósjálfrátt máttu búast við því að það verði gert lítið úr þér. Að það sé litið niður á þig. Að það virðið þitt verður minna. Þú veist, það einhvern veginn bara svona. Hvers vegna þetta? Ég man sko eftir umræðinni bara svona alast upp í einmitt þessari umræðu sem að varða allt í einu þegar fólk byrja að tala bótasvik og svona, þetta, þú veist, þetta eitthvað svona ángi af því, þetta var, þú veist, þetta var það eitthvað svona harðlínu stefna áttu greinlega að fara að skera niður af því að öryrkjar væru bara blóðsugur. Já, öryrkjar voru í þeirri stöðu sem að innflytjendur í dag. Já. Og þetta var náttúrulega mjög alvarlegt. Það var ríkisstjórnin sem kom hann eftir 2013 til þá 16. Framsóknarflokkurinn þar að leiðandi. Þeir ráku mjög harða stefnu gagnvart öryrkjum. Já, einmitt. Við værum bara blóðsugur á kerfunum og það var tekin sko einhver skoðunakönnun sem var gerð í Danmörku, kynnt inn sem rannsókn og færð yfir á íslenskan raunveruleika. Það sem kom bara í ljós að við varum bara öll blóðsugur sem varum að svindla á kerfunum og þetta situr svolítið eftir í þessi umræða, sko. Já, hún allavega verið skerðað svona í kerfinum að því að manni finnst einhvern veginn eins og fólki, almenningur sé svona mun opnara, ég meina við öll þekkjum við eða höfum sjálf verið á þeim stað að þurfa að nýta okkur bara örorkubætur eða félagslegar bætur. Þannig að maður svona, þú veist, samfélagið opnara en það ennþá eins og þetta sé svona svolítið fast fyrir hjá yfirvöldum, sko. Já, mjög svo. Þetta bara líka, þetta bara svo alvarlegt þegar yfirvöld taka sér til og taka einn hóp fyrir og til þess að brjóta hann hóp niður. Og þar að leiðandi fer þetta náttúrulega bara að þú veist, það kemur frá toppnum, skilur, og þá bara fara allir bara, allir þessi sé að svindla, sko. Einmitt. Þetta bara svona kerfisfræðingur. Já, það einmitt, einhver sem að kann að taka peninga út úr kerfinu. Já, veistu, ég held í rauninni
það sé ekki nokkur einasti maður sem kann á kerfið út og inn. Nei, nei, ég nefnilega held ekki einu svona fólki sem vinnur í kerfinu, virðist vera. Nei, þannig að ég gef nú rosalega lítið fyrir þetta en þetta rosalega alvarlegt. Og meira þess að einn ráðherra í þessari ríkisstjórn sem að fór að taka sig til á Facebook að kenna fátæku fólki hvernig það geti borðað ódýrt. Og ég mista því. Hver var það? Nú Eygló Harðardóttir. Já, einmitt. Þetta væri náttúrulega bara að við kynnum ekkert fara með peningan okkar. Einmitt. Hefðum það kortið, ég bara... Einmitt, þetta var svona stöður undirróður eitthvað neginn og svo bara, og við erum ennþá að finna fyrir því í dag, þú veist, hverjum 10, 15, 20 árum síðar. Já. Þú veistu hvað ég er góð að reikna þannig. Ég hugsaði bara ekki, við varum að tala 2013, það ekki svo langt síðan. Nei, en það samt bara komin 12 ár síðan. Já. En þetta já. Við erum bara fólk. Já. Við höfum þarfir eins og allir aðrir. Og svo líka bara svolítið samfélagsmiðlar gera líka öryrkjum erfitt fyrir. Já. Það að því að það þessi samaburður. Maður þarf að passa sér rosalega mikið að vera ekki að velta sér upp úr hvað þess að gera, hinn að gera. Á meðan þú ert bara að ströggla við mataborðið eða geta borga húsnæði, sko. Og það kemur þarna fram í þessari skýrslu að ég man nú ekki þessar tölur en það mikill munur á milli, sko, það sem að öryrkjar sem að var rannsóknarefni og svo samanburðarhópsins af þeim sem hafa mist húsnæði vegna þú veist, bara út að hefur ekki haft efni á að borga. Hvað einmitt? Það nú höfum við talað svolítið einmitt húsnæðismálin og leigumarkaðinn og svona félagslega kerfið sem bara einhvern veginn allt of smátt miðað við þann vanda sem hefur einhvern veginn orðið núna síðustu ár. Og þú áttu reynslu af því að hafa mist húsnæði, það ekki rétt? Nei, reyndar ekki, sko. Ég náði alltaf að halda því, sko. Já. En það var samt alveg orðið þannig á tímabili þegar börnin mín eruð 18 ára. Já. Að þá, þetta sko rauninni þarna bili áður en það þarna breytast, sko, hvort það hafi komið hvað 2 árum seinna eða eitthvað þetta húsaleigukerfi eða þú veist, maður geti sótt húsnæðisbætur. Já. Þá leið þurfið 18 ára þá misti ég alla þessar húsnæðisbætur sem voru áður. Já. Áður en HMS tók við þessu. Akkurat. Ég var í svona félagslega íbúð, sko. Já. Þannig ég var farin að borga, sko, 90% af tekjunum mínum í leigu. Það ekki það. Þannig að þú veist, þetta rosalega sturla, sko, að og alltaf þessar áhyggjur. Þú veist, hvað verður næstu mánaðamót? Hvað verður... Hvaða reikninga á ég að sleppa því að borga? Já. Og díla við dráttarvextina síðar. Þannig rauninni bara leið fyrsti kom, þá átti maður enga peninga eftir lengur. Einmitt. Af því maður þurfti að borga húsalegu og þá reikningar sem maður gat borgað. Þetta Einmitt þegar mánaðamótin eru kvíðavaldandi en ekki svona næs eins og... Það ekki bara svona, ég er að fara að fá útborga, heldur bara ég er að fá útborga til þess að borga þetta strax út aftur. Akkurat. Já, það ekki skrítið að fólk veikist í svona kerfi. Það var talað breytingaskeiðið sem einhvern svona faktor í Já. Þessu til ég að segja okkur að frá því. Það einmitt talað 50, þetta nefnilega svona breytingarskeiðsaldurinn. Þó hann byrji fyrr, sko, en það náttúrulega bara að fara á breytingarskeiði, það náttúrulega bara ruglar í öllu kerfinu okkar. Ég meina, náttúrulega misjafnt hvernig þetta kemur fyrir konur, en sumar verða bara þunglindar og kvíðnar og þeim alltaf heitar, sofi ekki. Þú veist, það bara gerist svo margt í kerfinu og þá getur þetta vera svona the breaking point, sko. Já, einmitt með uppsafnað
harðan einmitt böggul af einhverju gömlu tráma og þú veist, og hérna einhverju áhyggjum og fjárhagsáhyggjum og öllu þessu og erfið vinna og krakkarnir og svo bara hérna kemur einmitt bara svona punkturinn yfir í eigið. Já, að ég las það líka eitthvað tímann sko að konur sem eru með áföll á bakinu, það eru til dæmis geta tekið sko breytingarskeiði út verra heldur en þær sem eru ekki með áföll sko. Þannig að þú veist, þetta spilar allt saman. Og já. Og ég meina, ég held að, ég man nú ekki alveg hérna tölurnar í kringum áfallasögu kvenna, rannsóknina sem var gerð hérna fyrir 2019, minnum mig. Já. En ég man að niðurstöðunar voru sláandi, einfallega vegna þess að ég held að hafi verið sko 80-90% þeirra sem svöruðu, þeirra kvenna sem svöruðu og þetta var ótrúlega víðtæk rannsókn að þær höfðu allar upplifað, það var einhvers konar áfallofbeldi eitthvað og svo þegar maður ber það saman við þetta þá einhvern veginn, þá auðvitað hérna, þá þetta bara svona svart og hvítu fyrir framan okkur. Gott ef að sú rannsókn tók ekki líka til fjárhagsofbeldi. Jú, einmitt. Ég held nefnilega að það sé til dæmis rosalega algengt sko. Já, og mér minnir að hérna, nú reyndi ég bara aðeins yfir þessa skýrslu í gær en að það aðeins farið einmitt í það líka í þessari skýrslu og það sé einmitt líka svona faktor og partur af ofbeldi inn á heimili og annað. En svo líka eitt sem maður hefur orðið var við einmitt svona umræðu fólk að öfunda öryrkja að við höfum það svo gott að við séum á svo háum tekjum að því við erum mikið kerfisfræðingar að við hérna kunnum og þannig að þegar við erum að segja frá okkar aðstæðum eins og þú kemur hérna með 400.000 á mánuði skilur þá bara gert lítið úr því sko. Ég meina ef þetta væri 400.000 krónur á mánuði og það þyrfti ekki að greiða neitt annað þá væri þetta bara rosa fínn dýll en leigan 300-400.000. Já. Og hérna, ég tala nú ekki með fólk með börn þá er þetta engin upphæð. Nei, líka með að ég hef oft hugsað sko því nú börnin mín flutta heiman og svona þú veist bara hvernig óskupunum fór ég að með börnin að því að þú veist ég er bara ein en skilur ég á ekkert bara peninga til að spreða út allt sko núna. Nefnitt. Þegar maður gerði þetta samt allt með börnin bara, þú veist. Var það auðveldara kannski? Erum við bara komin á stað þar sem að hérna, það er bara miklu erfiðar að ná endum saman? Já, svo er náttúrulega það sko. Það er miklu erfiðar að ná endum saman. Það var bara, maður óðuna bara í hvers skipt sem við fyrir út í búð og kaupi matinn sko. Já, einmitt og þetta er eitthvað svona sem að bætist á allar áhyggjurnar og þannig að þetta er svo tilbúin vandi, sýnist manni sko af einmitt þessari skýrslu og svo bara öllu því sem að maður auðvitað veit bara og sér að hérna, þetta vaksta ofbeldi og hérna við skulum bara kalla það ofbeldi. Já, en svo líka ég er samt rúslega hugsi yfir þessum breytingum sem er að verða á maður er orðinn svo kvektur að ég mun ekki treysta á neitt fyrir en ég fyrir að reyna hvernig þetta kemur út. Að því að mér sýnist til dæmis núna ég sem var mjög ung þegar ég var öryrki, ég var ekki orðin 30 að þá hérna á ég lítinn lífeyrissjóð. Þannig að þú veist ég er að fá hærri greiðslu frá Tryggingastofnun því að lífeyrisgreiðslur þær skerða greiðslu frá Tryggingastofnun og það hefur verið svona sérstakt álag fyrir þá sem hafa farið snemma á örorku. Þetta er að detta út sko. Já. En svo fólk sem á sko mikinn lífeyrissjóð og er að fá minna frá Tryggingastofnun, það er að hækka miklu meira heldur en þeir sem eiga lítið lífeyrissjóð. Þannig að þeir eru að fara yfir þá sem eiga lítið lífeyrissjóð. En hvernig einmitt hvernig stendur á því að einmitt þetta er eins og þetta bara eins og þú segir þá er þetta bara þetta er eitthvað svona skekkja. Kerfið er ekki komið á
En hvers vegna í ósköpunum þetta svona? Ég skildi ekki. Sko, þetta náttúrulega fólk sem að semja þessa breytingu, þetta náttúrulega gert það fyrir ríkisstjórn, ekki sem núna, heldur áður. Þarna kemur bara svona ykkur elít á fyrir að búa til reglur fyrir öryrkja. Og þar leiðandi segi það bara fyrir mig að það kemur aldrei vel út. Þannig að þú veist, fyrir okkur sem eigum lítinn lífeyrissjóð, þetta rosalega lítið að breyta. En aftur á móti þetta að gera rosalega mikið fyrir þá sem eiga mikið lífeyrissjóð. Og þeir eru þannig að þeir eru fara að verða tekjuhærri en við. Það er ekki, þannig að, veist, það er ekki jöfnunartæki. Nei, þannig að þú veist, þessi lifting sem var fyrir þá sem urðu ungir öryrkjar, það er eiginlega verið að jafna það út bara. Já, það er einmitt, það er þetta samþætta sérfræðimat sem er í þessum nýju lögum þessu nýja kerfi sem öryrkjabandalagið er ánægt með. Þetta er svona að þetta sé ekki svona stimpill, þú færð örorku, þú veist, 75% eða yfir. Og þá ertu bara það og þú mátt ekki breyta því í rauninni, það breytist ekkert. Nei. Það var svona í stuttumáli gamla kerfið, en núna er verið að breyta því. Þetta geti verið svolítið svona fljótandi. Stundum ertu með 75% örorku og stundum 100%. Já. Þannig að þetta verður svona, þú veist, ég vil ekkert vera að segja mikið með þetta fyrir að vera komin reynsla á þetta. Þú veist, eins og núna, þú veist, ég held að bara langflestir öryrkjar séu kvíðnir. Þú veist, hvað þýðir þetta? Í raun. Þú veist, það stýttist, þetta er bara handa við hornið. Ekki bara pappír, heldur bara hvað þýðir þetta í verki. Mun ég geta borga leigu, það er bara svona fyrst og fremst og þú veist, á ég eftir að eiga mat. Og það er til dæmis alveg svona óskýrt til dæmis, sko, þessi húsnæðisstuðningur og svo sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir þá sem að fá frá borginni. Ég meina, mun það hverfa? Já. Við þessa hækkun. Að því ég hef heyrt að því að það er nefnilega, það glemtist taka það með inn í pakkan. Já, það er að því að auðvitað ríkisveitafélagið og virðist ekki geta að tala saman. Þannig að þessi hækkun sem við munum fá verður bara étin upp. Já, hún verður náttúrulega bara til þess að hún fer bara í vasan hjá leigusölu. Já. Þannig að þetta er svona, það á eftir að koma í ljós. Vonandi hef ég bara alveg rangt fyrir mér. Já, en mér finnst þetta áhugaverður punktur að því að ég hef ekki hugsað út í þetta svona, en auðvitað verður það þannig nema borgin komið til móts strax og lægi sitt kerfi samhliða að með hækkun þá haldist inni með þessar sérstöku bætur. Já, hún bara sveitafélagum verða bara að gera þetta, þú veist. Og þau í rauninni að ég samt, þú veist, bara allt kerfi er svo þungt í vöfum. Það á enginn að þurfa að segja þeim að gera þetta. Nei. Það á ekki að koma bara eitthvað beiðni frá ríkinu, viljið þið please gera þetta. Þú veist, þeir eiga náttúrulega bara að grípa sjálfur þannig inn í, sko. Já, ég meina, og nú hefur verið rætt um þetta bara nokkur ár, þessar breytingar. Já. Og þannig að þetta ætti ekki að koma neinum og óvart í stjórnsýslunni. Nei. Hvorki í sveitafélagunum eða í ríkis. En kannski förum aftur aðeins í þessa rannsókn, því að við tölum þetta er svolítið svona við vissum þetta svo sem alveg að konur væri útsettar fyrir ofbeldi ef að þær eru í viðkvæmri stöðu fyrir. En hvernig hvernig ofbeldi er verið að tala? Tókstu eitthvað eftir því í skýrslunni? Hvernig svona var farið eitthvað nánar í það? Voru þetta einstaka tilfelli eða var þetta mikið heimilisofbeldi eða var eitthvað að tala um fjárhagslegt ofbeldi? Já, það rauninni var bara farið í hvort það væri líkamlegt og andlegt eða andlegt ofbeldi. Já, ég man nú ekki alveg. Þetta var svolítið svona aðeins. Já.
og þá einmitt en það var, já, það er skoðað þetta ofbeldi sem að verður eftir að konur eru komnar á örorkulífeyri, en eins og þú segir, þá er mikilvægt að fara aðeins aftar og heilmikið langt aftar og skoða bara þær aðstæður. Það er reyndar spurt það hvort að þú hafir orðið fyrir ofbeldi í bernsku. Já. Og það er alveg beinlína þarna á milli, sko. Þannig að, já. En það er það annað sem að svona helst í hendur við þessi með heimili kvenna og örorkulífeyri. Það er svona félagslegu vandi barna og það er talað fíkni og áfengisvanda og svona áhættu hegðun og ýmislegt sem beina afleiðingu. Kannastu eitthvað við þetta? Ég meina, nú ertu í félagsráðgjöf og þekkir þetta kannski úr þeim fræðum? Sko, Er þetta svona vandræðaheimili? Þú veist, eins og... Ég er rosalega skeptísk á svona. Að því að kerfið hefur greiðari aðgang að fátæku fólki heldur en ríka fólkinu. Ég veist, þetta er alveg svona félagsleg vandamál sem komið upp þegar þú elst upp í fátækt og þar sem að þú átt foreldri sem er lasið og þetta hefur þetta allt áhrif. En ég er samt rosalega skeptísk. Já, og það er gott. Þú veist, það þarf enginn að segja mér það að foreldrar, ríkir foreldrar séu ekki með áföll á bakinu. Þú veist, það þarf enginn, þú veist, mér finnst það bara að segja sér sjálft. Að foreldrar sem hefur fullt af peningum er ekkit 100% foreldrar, ekkit frekar en fátæki foreldrar. En auðvitað það lifa í fátækt og alast upp í fátækt og þú verður náttúrulega að fullt af tækifærum. Þú veist, eins og bara tækifæri að fara í leikhús og kynnast menningunni. Þú veist, það verður bara svona verður eftir, skilur þú veist, þú getur ekkert leiftir það að vera alltaf bara í bíó eða að kaupa ferðast erlendis eða fara á listasýningar, þú veist, þetta verður bara allt út undan að því að lífsbaráttan er bara svo erfið að það hefur engin tíma í þetta. Eða bara orku. Já, ég meina, kemstu bara yfir höfuðið í strætó. Til þó að væri frítt, skilur getur borgað í strætó til að komast á frían við. En svo einmitt, og þetta er einmitt eitthvað sem svo skila sér inn á heimilin. Þannig að það er gremja og áhyggjur sem að streitan svo mikil sem gerir þig rauninni sko kannski meira vanhæfan til að takast á við aðstæður inn á heimilinu. Þú veist, að því það er bara enn einn. Og þá kemur samviskubitið og einmitt. Þannig að þetta er bara svona ringavitleysa í rauninni. Og meðan kannski efnameiri er kannski streitan öðnisi, þú veist, að því það vinnur svo mikið. Þú veist, skilur þannig að ég er rosalega gagnrýnin á svona þegar verið að bera saman ríkt og fátækt fólk. Einmitt. Sérstaklega þegar kemur að svona félagslegum vanda barna og hvort að það séu í rauninni veikindum móður að kenna að barnið leiðist út í neyslu. Þetta er, þegar þú segir það, mjög undarleg uppsetning þannig. Já, en auðvitað, ég sem er búin að vera að gera rannsókn, ég skil samt alveg af hverju þetta kemur svona, því að við bara rannsekendur hafa bara betri aðgang að fólkinu sem er fátækt, sem þarf að nota félagslega kerfið og meðan fólk sem þarf þess ekki, við höfum ekki hennan góða aðgang að því og þar að leiðandi kemur þetta. Akkurat. Það þarf bara enginn að segja mér það að fátæki foreldrar séu verri foreldrar en einhver aðri, sko. Nei. Það er ekki svoleiðis. Einmitt. Og það sé bara, bæði, en sko hafa fordómar til dæmis eitthvað með þetta að gera líka? Já. Alveg rosalega. Alveg bara,
og ég sem ólst upp í Breiðholtinu og ég elska Breiðholtið og bara voru mikið forréttindi að fá alast upp í Breiðholtinu. Ég verð alltaf ógeðslega pirruð þegar fólk fer að tala niður Breiðholtið og þegar ég horfi á kennarana mína og fræðimenn vera að tala niður Breiðholtið þá ég alltaf bara, heyrðu, sko. Já, ég tek alltaf upp höndina vegna þess að Breiðholtið ekkert verra en einhver önnur körfi. Þetta eru fordómar gagnvart Breiðholtinu. Já, það var Breiðholtið þetta byggist að miklu leyti upp á svona félagsíbúðum og ég meina þar að leiðandi rosalega mikið af fólki í Breiðholtinu og þar sem mikið af fólki með fjölþætta vanda og svo líka bara ekki. Sko þegar ég 14 ára úlingur og fer að vinna sem úlingur, þá fór ég að vinna á Kirkjusandi í fiski. Þá fyrst kynntist ég krökkum sem voru bara guðuruglaðir, sko. Já, sem þegar þú fórst niður, trillaði niður hæðina og fór að kynnast bara krökkum sem voru í miklu vanda, voru byrjuð í fíkniefnum og drykkju og bara alls konar eitthvað svona. Þetta voru ekki krakkar sem byggu í Breiðholtinu. Nei, einmitt. Þau byggu inn í Vesturbænum, sko. En þetta einmitt, þetta svona, svona, það hægt að sjá ákveðna samsvörun hérna í, sko, þessi með fíknihefðununa og hefðununa og eitthvað svona. En ef eitthvað gerist í Breiðholtinu, þá því slegið upp á risatjöld, en ef eitthvað gerist í Vesturbænum eða Garðabænum eða eitthvað, þá ekki talað það, sko. Akkurat. Einmitt. Alveg eins og ef það gerist eitthvað þá heimili konu yfir 50 með örorku þá ratar það í skýrslur. Já. En það ratar ekki skýrslur ef það gerist í Garðabænum. Nei, þetta og konu með bara úti á vinnumarkaði. Sem en fyrir ekki dró umræðina þarna en ég bara svo gagnrýn á þetta sjónarhorn. Það mjög mikil og þetta ég sá þessa samsvörun. Það var ekkert. Þetta svona bara mjög merkilegt og líka bara eins og kemur fram í þessari rannsókn líka bara munurinn á einstæðu foreldri og þeir sem eru í sambúð, sko, hvað einstæða foreldri miklu útsettara fyrir einmitt ofbeldi, fyrir að missa húsnæði, lifa í fátækt, vera á leigumarkaði, á meðan þeir sem eru í sambúð eða gift eiga frekar sínar eigin íbúðir og bara ekki eins útsettir, sko. Einmitt. Þetta mjög merkilega rannsóknum að þeir eiginlega hafa miklu meiri tíma til þess að rýna í hana. Já, leggjast yfir hana. Við ættum kannski að gera það og bara hittast aftur. Já. Bara eftir viku og öllu fróðari að því að hún kemur bara gær og svo segir rendi yfir hana svona í snarhasti í gærkvöldi en hefur ekki alveg náða að rýna í hana. Ég sendi hana náttúrulega bara á þig áðan. Já, ég mitt bara hafði hálf tíma til þess að renna svona rætt yfir hana, sko. En ekki jákvætt að stjórnvöld sé að kanna og skoða og ég meina það auðvitað búið að segja það með allt. Já, mér finnst það bara dásamlegt og það bara svo gott að hafa þetta bara blaði og þannig bara tölur sem hægt að rýna í og skoða. Þannig að þetta bara góðsviti. Að því að þegar svona staðreyndir liggja borðinu þá miklu auðveldar að grípa inn í, sko. Akkurat. Já. En ég segi fyrir mína parta uppáhaldspunktinu börnin. Að því að ef við ætlum að koma í veg fyrir einmitt að þessi börn verði að fara á örorku í framtíðinni, þá þurfum við að byrja þar. Akkurat. En ekki það auðvitað að hjálpa öllum, en ég bara svona til þess að fyrirbyggja vandan til framtíðar, skilur. Akkurat. Að því þarna alveg bara beintengsla milli einmitt vanrækslu og ofbeldi og annað í æsku og þú sér kominu örorku sem fullorðinn einstaklingur. Já, þetta áhugavert og þetta einhvern veginn, manni finnst þetta svo augljóst og einhvern veginn, maður veit þetta en það tregðan í bara einhvern veginn öllu samfélaginu og kerfinu til þess að takast á við þetta en þetta kannski eitthvað upphaf að einhverjum
einhverju nýri stefnu þar sem að fólk verður svona skoðað orsöka afleiðing og svona og sérstaklega líka til varnar ofbeldis gegn konum og sérstaklega konum í svona viðkvæmri stöðu. Já. Þórdís Bjarnleifsdóttir, þakka kærlega fyrir að koma og ræða þessa skýrslu hérna og bara alls konar annað með mér. Takk fyrir að bjóða mér. Það var bara dásalegt að fá þig. Og tók ég við því að það er meira hér handan við auglýsingar. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.